Samgönguminjasafnið á Ystafelli í Þingeyjarsveit merkilegt á margan hátt. Flestir munir þar geyma áhugaverða sögu. Við erum með cirka 100 bíla inni og einhver slatti úti sem svona erfitt að telja kannski. En, já, það er cirka 100 bílar inni yfir veturinn. Svo setjum við meira út á sumrin og til að sé rýmra þá. Þessi bílar sem eru inni, eru þeir allir gangfærir? Langflestir, já. Já. Það eru örfáir sem eru ógangfærir inni, sko. Þannig að þeir eru svona í misjöfnu ástandi náttúrulega, sem eru bara beint á götunni, svo voru í notkun og sem eru uppgerðir. Hversu gamlir eru þessir bílar? Eða svona frá hvaða árabili? Elsti bílinn er frá 1919 og yngsti er svona rafmagnsbíll frá 1991. Hversu gamalt er safnið? Hvenær svona var þetta að bílaminjasafni? Við opnuðum safnið 2000, júlí 2000. Safnið stofnað formlega 1998. En svona 95 er svona farið að tala að gera eitthvað sem sagt úr þessu dóti sem var til hérna. En pabbi flutti hingað 1946 og byrjar þá strax að gera við bíla og byggir hérna skúr kringu 1950. Og hann sagði að það má aldrei henda neinu. Þá þarf að sækja aftur daginn eftir til að nota það og þar á leiðandi fór náttúrulega að safnast ýmislegt til. Og það er grunnurinn að safninu. Það er svona lagarinn. Já. En þið gerið upp bílana, hvernig gengur ykkur til dæmis að fá varahluti? Er það lagarinn sem sé? Já, svo náttúrulega höfum við heimurinn náttúrulega orðinn ótrúlega lítill núna. Notum eBay mikið og svo leiðis. En mikið náttúrulega eru þetta gamli lagarar af verkstæðum og svona. Þannig að það er til ótrúlega mikið af dóti. Bæði sem við erum að nota og líka hjálpa öðrum með. En hvaða stefnu eru þið með í uppbyggingunni? Þurfa allir varahlutir að vera sem sagt orginal? Nei, það er sko, við gerum þetta svolítið á kannski 2 vegu. Suma bíla gerum við eins og við komum úr verksmiðjunni, gerum alveg orginal, eins og maður segir, eða upprunlega. Svo gerum við líka suma bíla bara eins og þau voru notaðir, eins og Íslendingar mixuðu og smíðuðu og lagfæriðu og brösuðu, sko. Þannig að það er líka varðvita það, íslenska handverkið, sko. Það er til bílasöfn út allan heim með upprunalegum bílum og orginal bílum sem eru miklu merkilegar en þetta dót sem er á Íslandi, sko. En við erum að reyna líka að varðvita íslensku söguna. Bílar voru mikið yfirbyggðir hérna á Íslandi á sín tíma? Já, það var mjög mikill iðnaður, það er stór iðnaður. Og náttúrulega gjaldir í sparnaðurinn alveg óbúslegur að kaupa bara grindur og byggja yfir og hvort sem það voru bílar, rútur eða mjólkubílarnir allir með hálfkassana sem er kallaðir. 2-3 hús. Og náttúrulega jepparnir allir, alveg í 100-tali. Voru Íslendingar góðir bílasniðir? Já, það voru mjög vandaðar yfirbyggingar oftast, sko, endust ótrúlega vel. En þurftu þessar yfirbyggingar, þurftu þær að vera eitthvað öðruvísi heldur en í Evrópu eða Bandaríkjunum? Hér voru moldarvegir, þurftu kannski að vera sterk byggðari? Já, þeir notuðu mikið timbur í þær, tréverki var alltaf grindurnar úr tré, eik og ýmsar svona harðiður. Og já, þetta var mjög sterkbyggt en það var þungt og þungar margar. En svona árið hjá þér, það er náttúrulega langflestir sem að koma hingað á sumrin til þess að skoða, vænti ég. Já, við svona opnum safnið, eins og við segjum svona formlega á vorin, svona miðjan maí cirka og við höfum opið út september. Og þá förum við að vinna hérna í skúrnum út á verkstæði og í uppgerðunum og erum í því yfir vetrartímann. Þannig að þá liggur þú hér undir bílónum og ert að gera upp? Ég ligg ekki mikið undir en við reynum bara að snúa þeim og setja á hvolf þá frekar. En hérna, jú, við brösum hérna flesta daga eitthvað.
En þessi grind hérna sem að við hliðin á þér, hvaða grind þetta? Þetta er upphafið að hæli í spílunum sem við kalluðum. Kristneshæli sem var smíðað fyrir Kristneshæli 1946. Kristneshæli í Eyjafirði. Og svo byggt yfir á Akureyri á yfirbyggingarverkstæði Gríms Valdimarssonar. Og við ætlum að reyna að gera hann eins og hann var þegar hann tekinn í notkun þar. Hversu langt ertu komin? Undirvagnin er svona klárast, við erum búin að setja mótorinn í gang og hann er alveg nýju farinn og það er allt bremsukerfið og gangverkið er orðið klárt sem sagt. En svo er hérna við hliðin á okkur, þá er yfirbyggingin, en hún er nú bara handónýtt, þetta er ekkert að gera upp. Þetta kemur allt. Það er eins og ég segja ein ófúin hægra megin í honum, þannig að það verður hægt að vinna eitthvað úr þessu. Og yfirbyggingin, verður hún eins og hún var hér áður fyrr? Stefnan er svo, en alltaf beit aldrei æfina fyrir nöllir, en við vonum það, við getum gert eitthvað úr þessu. Egið þá einhverja myndir og svona sem þið farið eftir? Já, gamla myndir á honum og svona alltaf, þetta er bara rannsókn að vinna, hvernig þetta var. Þetta er svona fornleifa uppgröftur bara. Hvaða hlutverki þjónaði þessi bíll sérðu? Hann var smíðaður fyrir Kristneshæli og keyrði allan kostin og allt svoleiðis suður frá Akureyri og suður eftir og það voru bara fastar ferðir, ég held að það hafi verið 3 svar í viku sem að keyrði með Akureyrar og Hælsins og svo var hann notaður í, ég veit til þess mynd á hann sem er tekinni við Grenjaðarstað í Aðaldal. Það voru sjúklingar í skemmtiferð og bara allur flutningur fyrir hælið. Þetta er bara bíll með sögu sem sagt. Já. Og allir svona fullorðnir akureyringar sem koma hingað, þeir náttúrulega mun eftir þessum bíl en það var á ferðinni. Það var þetta body og svo var pallur aftan við. 2,5 meters langur svona pallur. Þetta var svona eins og uppbyggt eins og mjólkurbílarnir voru flestir. Þetta er bara saga. Já. Okkur finnst þetta að vera partur af sögunni. Þetta er það. Eigum að líta inn á safnið aðeins? Já, kíkjum. Þjóðvegur 66 Í fjarlægð sýndist fjöllin vera blá Fundu hvorki sjálfan sinni eitthvað sem þau frá Á þjóðvegi 66 Þjóðvegi 66 Manneskjur og flótta, allstaðar á ferð í gegnum New York og Disneyland og nýðar þessi með. Allir beygðu vestur, gerðu í sömu átt, sátu upp á plassinu, það hafði engin hátt. Á þjóðvegi 66, í fjarlægð sýndist fjöllin vera blá, fundu hvorki sjálfan sinni eitthvað sem þau frá. Við byrjum sem sé á dráttarvél. Já, þetta er Massey Ferguson síðan 1959 sem við kláruðum að gera upp í fyrra vor. Hún notuði í mjólkurflutninga og heiflutninga og ýmislegt austur í Aðaldal. Og hún er með húsi? Hún er með íslensku húsi, smíðað á Selfossi, á Kaupfélag Árnesinga á Selfossi og norsk belti undir henni, beltasett. Þetta var svona, það voru þó nokkuð algeng hérna á þessu svæði. Á árunum á milli svona 65 og 70, þá var snjóa ár og þá var keypt mikið af þessu. Voru það góða vélar? Já, þær voru svona, þær voru liprar og góðar Ferguson, sko. En og dugðu ágætlega í þetta, sko, alveg. En í hvaða ásigkomulagi var vélin þegar hún kom til ykkar? Hún var gangfær og bara nokkuð góð. Beltasettið það hafði náttúrulega alltaf verið geymt inni og var mjög góðu standi og húsið. En liturinn á henni og stafirnir Massey Ferguson, hvar færðu þessu stafi til dæmis? Þeir voru bara pantaði frá Bretlandi. Heimurinn er orðið svo lítill eins og maður segir. Þetta fæst allt saman. Það eru margir sem að muna eftir þessum vélumvæntalega sem koma hérna. Já, og traktora áhugin er alveg gífurlegur núna orðin. Alveg ótrúlega mikill. Og menn svona skiptast í lið bara eins og í ensku knattspyrnunni, sko, Ferguson eða eitthvað annað. Já.
ég held að það sé orðið fleiri uppgerið Fergusonar heldur voru fluttir inn í gamla daga núna, sko, það er búið að gera svo mikið upp. Ég sé svona, þetta er alveg ótrúlegur áhugi. Ég var að skoða svo næsta bíl. Já. Þessi græni Benz hérna, hann var nú ekki þegar ég skoðaði safnið fyrir 3 eða 4 árum. Hann kom hingað í haust þessi, bara í október síðasta haust. Búinn að standa inn í skúr á Akureyri síðan 1976. Er óuppgerður og er bara í fínu lagi og getur farið með henni í skoðun og farið í hringinn þess vegna á morgun. Aðeins svona grjótbarinn að framann? Já, bara íslenskur. Svona var þetta. Hvað sýnir kílómetramælirinn? Ég held að þessi gerir kringu 76.000 kílómetra. Snorri Ólafsson yfirlæknir á Kristnesi keypti hann nýjan. Karl Jónsson kaupir hann svo á honum kringu 1962 og notaði eins og ég segi til 76 og síðan hefur hann staðið inn í skúr á 3 kaupum. Bara 2 eigendur? Já. Eigum að færa okkur þá upp á næstu hæð, efri hæðina? Gjörðu það svo vel. Forsetabíllinn sjálfur, hann bara blasir hér við þegar maður kemur upp fyrst. Já, þetta er bílinn sem Vigdís notaði. Þetta er notaði frá 82 til 94 minnum mig. Ég ætla að þá hafa komið næsti bílu eftir. Og við svona segjum að þarna hafi bæði setið Gorbachev og Reagan á samt ýmsum öðrum. Já, notaði náttúrulega leiðtogafundurinn var. Þannig að þetta er merkilegu bíl. En þetta er ekki svona limósín? Nei, þetta er bara venjulegur Cadillac. Þetta er ekkert engin viðhafnar útgáfa þannig. Ekki einu sinni leðurklæddur, hann með plusi. Og í lagi? Já, fínu lagi. Eiríkur Óskarsson gaf okkur hann hérna 2008, vorið 2008. Keyrður norður og beint hérna inn. Það eru vantarlega margir sem að staldra við þennan bíl, gerir ég ráð fyrir. Já, þetta er svo mikla sögu og flottu bíl, fallegu bíl. Og svo er það þessi Sefir hérna, hann er nú þekktur á Húsavík. Já, það þekktu allir þennan bíl. Silli bankastjóri átti þennan, keypti hann nýjan 1955. Og næsta bíl á eftir kaupir hann 1985, þá keypti hann Benz. Hann notaði þennan mikið svona í sveitaferðir, hann fór í myndatökuferðir og annað. Þetta er dýrasta útgáfan, Zodiac? Já, þetta var dýrasta útgáfan af Sefir sem voru breskir Fordar. En bankastjóri, hann hefur sem sagt átt sinn bíl í 35 ár. Já, gaf þjóðminjasafna 1991 og hérna, svo gerðum við samning við þjóðminjasafnið að við varðveitum hann og sýnum hann. En Silli notaði hann í um 30 ár. Það hefur líklega ekkert þýtt að fara til bankastjórans og byggjum lán fyrir nýjum bíl. Nei, hann notaði þetta svona sem ástæðu til að neita mönnum lán, held ég. Að menn þurftu ekkert nýrri bíl en hann. Þannig að þetta var... Voru þetta góði bílar? Ég veit það ekki, jú, ég held að þessi dúði ágætlega, sko. Það er svona misjænt hvort menn telja breska bíla yfirleitt góða eða ekki, en þeir voru alveg ágættir til síns brúks. Og ég held að þetta hafi verið sumli til liprir og góði bílar. En þessi bíl hérna, hann er nú bresku líka? Já, þetta er breskur Sunbeam Rapier sem að O.V. Lawrence tónlistarmaður keypti nýjan. Og svo fær tengdarsonur hans sem var pabbi Emilíu Torrini og Emilíuna fær hann svo og gefur okkur hann. Þetta er nú töff bíl? Já, þetta voru mjög, sérstakir og flotti bílar. Þetta er svona eftirlíking af amerískum Studebaker, bara minnkaður. Það eru eins vangir og grillið er líkt og svona. Studebaker Hawk 1957 var svona eins og stækkuð mynd af þessum. Þessi bíl, 128, hann er þér svolítið kær? Já, þetta er bíl eins og pabbi hóf sína bílaútgerð á og fyrsti bílinn sem við gerðum upp saman og byrjuðum á honum 1991, kláruðum að 94 og já, það voru margar sögur sem voru sagðar þegar voru að vinna í honum. Þetta er, já eins og ég segi, hann var á svona bíl í Bretavinnunni í gamla daga, í Reykjavík. Þetta eru bílar með mikla sögu? Já,
þessi bílar hérna svona frá 20 og fram að stríði, þetta náttúrulega ruddi brautina orðsins fyrstu merkingu að kom Ísland á hjólinn. Íslendingar notuðu aldrei mikið af kerrum og dóti heldur, það voru bara hestarnir og svo voru bílarnir. En það verður sem sé opið hjá þér í sumar og opið allan sólarhringinn nánast eða hvað? Já, við reynum að hafa opið frá 10 á morgnana til 8 á kvöldin alla daga og bara, já, allan sólarhringinn ef fólk vill. Og þú svarar öllum spurningum? Reynum. Ég lofa engu en við reynum. Er gaman að standa í þessu? Já, við erum ekki að þessu öðruvísi. Þetta náttúrulega, það ekki há launin við þetta sko. Þannig að þetta er bara, já, bara ánægjan og hafa eitthvað að gera. En er þetta ekki líka hálfgerð klikkun? Þetta er þetta bílun, ekkert annað. En einhvers staðar verður hún að vera, það þýðir ekkert annað. Þú lifir fyrir þetta? Já, ég lifi ekki á þessu, ég lifi fyrir þetta. Já, til eru fjöll sem alltaf verða blá, drauma sem rætast, trú og þrá, hann á þjóðvegi 66, nú líktu þá, sjáðu þjóðveginn, hann er blár, hann er þjóðvegur 66.